Og áfram höldum við föstudagsþáttinn á N4 og nú erum við komin með ljóðskáld hérna í stólinn til okkar. Velkomin Stefán Þór Sæmundsson. Takk fyrir, María. Og til hamingju með nýju ljóðabókina. Ég var með henni í höndunum á. Já, ég tók hana bara að þér. Já, þú skalt hafa hana. Já. Þetta þín bók. Heyrðu, margrætt orð. Margrætt, vissulega. Og getur verið karlkinn og hvorugkinn og sjór og hestur og marblettir. Já. Ég verða hérna að grípa niður í svona smá auglýsingu hérna í N4 blaðinu. Hyldjúpur sársauki, botnlaus fíkn, hrein sturlun. Einnig ljúfsár bernskubrot, ísmeili ádæluljóð, náttúrumyndir og létt sýrð gamankvæði. Þetta innihald bókarinnar. Vá, stendur þetta? Já, og þetta alveg frábær, svona, maður verður forvitin. Já, það bara allt undir þarna, heyrist mér. Já. Og þetta hefur þú verið að safna síðustu... Þetta allt samið á síðasta ári. Síðasta ári bara? Já. Ég gaf all hljóðabók í fyrra sem til upprisa. Já. Og þetta svona systurbók hennar. Já. Það svona heldist yfir mig allt í einu uppsafnuð þörf til að yrkja. Já. Og ég svona endurborið ungskáld, ég farin að upplifa svona ungsskáldatíma á gamals aldri. Já. Þannig að... Og svo þriðja bókin, þessi fyrsta, hvenær kom hún út? Já, þetta sjaldgæfa eintak fann ég plastað í geymslu. Þetta kom út Ræringur með súri slátri fyrir 30 árum. Já, bernskubreykin svona. Já, ég vil ekki eins og opna hana. Ég þorið ekki. Okay. Geti hleypt út einhverju óværur. En hérna, þú kennir íslensku við Menntaskólann á Akureyri, ekki satt? Jú, ég hef gert það víst í 25 ár, aldarfjórðung. Já, en ert akkurat núna í námsleyfi? Já. Eða hvað? Já. Ég veit ekki hvort að segja svo heppilega vel til, en þetta er svo skrítið. Ég er í námsleyfi og ég er að læra hönnun námsefnis og framsetningu á vef. Magnað. Og svo kemur hérna einmitt þetta svokallaða ástand með þessum formerkjum að nú þurfa kennarar að setja fram á vef. Já. Og það kann þú þegar þú kemur til starfa í haust en þeir hafa kannski neyðst til að læra það bara svona... Já, við verum þá bara allir á sama bát. Já. Svo ég haldi nú sjómannamálinu sem er ansi mikið í þessari bók. Já. Þó þetta sé ekki neini sjómannavalsar. Þetta er ekki sjómannavalsar. En það er svona öldurót og dillit á, sko. Og er þetta þinn hyldjúpi sársauki og þín botnlausa fíkn sem þú ert að yrkja eða hvað ert að yrkja Já, ég get alveg satt að ég byggi á minni reynslu og reynslu fólk sem ég þekki. Og þetta er svona mannlífið í mótskurt, þetta er mannlíf þeirra sem sko hafa farið gegnum lífið og þurft að reka sig á eða dottið niður og sumir ná að klóra sig upp með aðstoðið án og aðrir ekki, þannig er lífið en þetta er svona lífslaup frá bernsku til fullorðins ára og meiri sé efri ára. Já. Og kannski verið ég skammaði fyrir að vera allt mikið undir í einni bók því að oft eru ljóðabækur í dag svona frekar eintóna svona. Þematengdir kannski. Eitt þema svona og frekar lágstemmdar. Eins og ein roskinkona, ég má ekki segja roskin, kottroskin með stóðst í, sagði sko síðustu bók mín og hún sagði sko, já Stefán, þarna eru tilfinningar, þarna er einhver átök. Sko þessi ljóð í dag eru svo lágstemmd og litlaus. Það vantar allt blóð. En þarna er sannarlega blóð á tönnunum og ég held að sé nóg að því hérna og þetta er stranglega bannað börnum náttúrulega. Já, ok, 16 ára og yngri bara. Ég jafnvel nei, við höfum 16 því að... En að því að þetta er nú kannski ekki barnaþáttur, það var allt óhætt kannski að flytja fyrir okkur 1 eða 2 ljóð upp úr bókinni. Værirðu til í það? Já. Og þetta er ekkert allt, hvað sagður, hyldjúpur sársauki og hrein sturlun. Þetta er ekki allt hrein sturlun. Ekki á þann hátt, en mér finnst sem gömlu blaðamenni, mér finnst líka kannski svolítið sturlað og trublað hvernig tilveran er orðin í fjölmiðlum. Já. Og ein limran fjallar það og hljóða svo. Það var alveg trublað hjá Tómasi, teboð með kökum og frómasi. En athygli vakti og úr öllum takti geðveikur búlgaskur blómvasi. Skilurðu? Er þessi í bókinni? Já. Og þú kantar bara utan að, maður læri limrur. Og það væri gaman að vera bara með svona gaman kvæða bók og ég get alveg gert það, en sko... Það verður kannski næst að gera svona þemaskiptari bækur. Já, ég veit það ekki. Eða hafa þetta svona allt í bland.
það má líka. Ég held að næst verði reyndar skáldsaga. Er ekki nánar út í það. Ok. Þú vildir ljóð í upplestri. Já, takk. Þetta er nú kannski á svipuðum toga. Makeover. Er það ekki eitthvað sem... Má sletta svona, íslensku kennarinn. Já, ég les bara blöðin. Já. Og hérna er ég svolítið að leika mér með svipað þema, svona bara slúður dálkar dagsins. Þessum fólk svona kíkir á netinu. Já, þessar beitur sem það smeltir á. Clickbait. En makeover hljóðar svo. Hún hristi af sér flyðruorðið og fór í megrun. Allsherjar makeover og andlitsfegrun. Teygðu öll og tóguð, uns eggjandi langir legginir urðu og fitan öll soguð úr framstæðum maga, en höggvið og sagað af höku og nefi. Í brjóstum var blásið og botox í hrukkur, en öllum til furðu var bros hennar frosið. Magnaður endi þarna. Sko, eitthvað tímann lærði ég svona ljóð og innrím og allskins. Var dæmi innrím þarna? Þetta er dæmi það þegar höfundur er að yrkja óbundið en læðir samt svona rými inn úr verður svona einhver limskuleg flétta. Já, en þetta form heitir kannski ekkert svona ákveðið. Nei, og það er mikið í þessari bók, þetta er, limra, sonnetta og ferskettur, hátturinn. Og óhefðbundið er eitt form, það ekki? Jú, en mest er þetta óhefðbundið. En stundum, stuðlasetning stundum er rím, engu að síður. Já, og það er allt leyfilegt í dag, er það ekki? Jú, og hver hefur einmitt ákvörðunarvald þegar spurt er þetta ljóð? Nákvæmlega. Ef ég segi svo. Já, er þetta ljóð, þetta er bundiljóð eða óbundiljóð, er þetta prósi eða örsaga eða texti eða mynd, málið með orðum. Já. Og þetta er allt í bókinni í rauninni og það sem ég hef verið að segja við sko, nemendum mína þegar ég er að hvetja þá til að leika sér með orð og yrkja. Ekkert að vera endilega að segja sko sem að festi svolítið í. Nei, heldur reyna frekar að opna hjartað og láta flæða sko. Láta orðin flæða niður á blað eins og held ég segi bara í upphafsljóðinu sko yddar stílvopnið og stingur því á kafi hjartað og orðin streymar hljóðlaust niður á blaðið. Þetta er flott. Þannig, er þetta upphafsljóði? Þetta er í upphafinu. Já. Og hvernig ert þú sem sagt að kenna þá líka eins og þú ert að hvetja þína nemendur til að fást við orð og yrkja jafnvel? Já. Gengur það vel? Já, þegar sko fólk hættir þessari feimni og áttar sig á að það er ekkert endilega að kunna, það er bara að prófa og síðan og ég yrki oft ljóð á staðnum bara til að útskýra fyrir þeim, þetta er þetta ljóð. Já. 4 veggir, þrengjað 20 nemendum og svo bulla ég bara eitthvað og þeir bara, einmitt, er þetta ljóð? Þetta er svo magnaður aldur þegar fólk svona, kannski einmitt, þegar maður næra að opna augu þegar uppgötanirnar verða á þessum aldri. Það er svo magnaður fyrir kennar að sjá einhverja bara, sjá ljósið. Já, og bara ef að nemendur fást til þess að lesa og njóta, þeir uppgötu oft að þetta er ansi góð dægrastytting og hugarleikunni að færi gegnum alls konar ljóð. Og einmitt þetta að reyna líka sjálf að opna sig pínu. Og þetta er ljóðmælendin hjá þeim oft bara ég þar sé þau sjálf. En hjá mér er, kannski að því er litið eldri og þroskaðri, held ég, að þá er ljóðmælendi stundum sko karl, stundum kona, ungur, gamall. Að það er ekki höfundurinn sem er að tala svona samkvæmt fræðunum heldur, eitthvað millistykki. Það er engin útgáfu, það er ekkert útgáfuhóf? Nei, þetta var nú sorglegt því að bókin kom út á degi bókarinnar, sumardaginn 2003. Og ég ætlaði að vera með alveg geðvegt table með frómasi. En það verða kaffi og pönsur seinna. Takk hérlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá nýri bók, ljóðabók og til hamingju með hana og bara megi ljóðlistinn og orðin okkar bara blómstra. Takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis.